Við byrjum á pólitík. Hingað til okkar eru komnar þær Ragnhildur Sigurðardóttir sem býður sig fram til formanns kvennarhreyfingar sem ætlar í framboð í vor og Heiðrún Lind Marteinsdóttir lögmaður. Velkomnar. Takk. Við kannski byrjum á þér varðandi þessa kvennahreyfingu og þetta framboð sem þið ætlið að fara með fram í vor. Þetta ekki einhver tímaskekkja með við það að nú kona að verða forsætisráðherra, konur eru fleiri nemendur í háskólanum landsins, það verða jafnmargar konur ráðherrar og karlar og svo framvegis? Jafnrétti einhver tímaskekkja? Nei, þetta ekki tímaskekkja. Þó að við fáum forsætisráðherra sem kona, þá erum við ekkert komið með jafnrétti í reynd. Það þú veist, við þurfum að hafa þetta kynjahlutfall, það þarf að vera endurspeglun af þjóðinni. Þó að Jóhanna verið forsætisráðherra þá þýðir það ekki að þessi jafnrétti í flokkunum og þó við fáum ráðherra, jafnmarga kvenráðherra, þá ekkert, konur eða mjög uppdrátt innan fjórflokkakerfisins og þú veist, við höfum aldrei einu svona 40% hlutfalli kvenna inn á Alþingi. Ég meina, Nei, jafnrétti ekki tímaskekkja. Heiðrún, hvað finnst þér svona framboð? Ég bara fagna því að bara því fleiri framboð sem eru, því betra. Það bara sýnir að það virkt lýðræði á Íslandi. Og ég myndi sannarlega kjósa þessar konur ef að þær væru frjálshyggjukonur og ef að þetta væri algjör tilviljun að það væru bara konur í þessum hópi. En ég sé nú ekki fram á það að ég muni kjósa flokk bara út af það að það einhver kynferðissjónarmið út á kynferði einstaklingarna sem þar eru. Ég muni bara kjósa þann flokk sem býður fram þá stefnu sem mér líst best á. Og ef að þetta svona eitthvað í líkingu við það sem svona vinstri konur hafa verið að halda fram og það sem ég hef nú heyrt, ég ætla nú ekki að fara að gera henni upp skoðanir hér, en ég hef nú heyrt að þetta séu konur á vinstri væng stjórnmálana. Ef að þessi flokkar ætlar að bjóða það fram með þau sjónarmið að það eigi að afnema launaleynd og gera vændi refsivert og vera með þessi annarlegu jafnrétti sjónarmið sem svona feministar hafa verið með, þá sé ég ekki fram á að fylgi verið mikið en ég bara óska alls hins besta í þessu allavega. Hver verða ykkur helstu baráttumál? Ég er alveg viss með Heiðrún fyrsti stuðningsmaður. Við erum, Ég kannski fer bara í framboð. Já, þú endar á þessum lista. Það nefnilega hluti af hugmyndinni hjá okkur. Málið að í kjölfar kreppunnar þá stofnuðum við svona grasrótarsamtök eða það var til svona Facebook-hópur og sem kallaði þessi neyðarstjórn kvenna og hugmyndin á bak við þennan hóp var að nú kemur kreppa og það þyrfti að halda vel utan um fólkið og kannski sérstaklega konur bara vegna þess að það alveg sýnt og reynsla annarra landa sýnir að konur verða oft mjög illa út úr kreppu þó svo við séum kannski ennþá að horfa á að atvinnuleysi hefur aukist meira með karla en kvenna þá á ég svo sem ekkert vona því á ég ekki vona öðru en að það breytist og skiptir kannski ekki öllu máli heldur var hugmyndin sem sé svo að halda utan konur og vera með vettvang þar sem þær getur komið og vera með einhvers konar miðstöð þar sem svona sköpun getur farið fram og jafnvel við getum farið að stofna fyrirtæki og bara nýta þennan kraft sem konur hafa og svo framvegis. Kynjajafnrétti þá baráttumál númer 1, 2, 3? Nei, kynjajafnrétti náttúrulega, jafnrétti baráttumál bara númer 1, 2 og 3, já, en jafnrétti þýðir ansi margt. En nú þið ekki tilbúinir til dæmis með framboðslista. Ef að þið fengið svo stóran, það marga sem myndu kjósa ykkur, væri þið tilbúinir að fara í ríkisstjórn og þá með kannski stærri pakka, eða þetta jafnréttis, sem náttúrulega stór pakki, en væri það aðal fókusinn? Jafnrétti, hlýtur að vera, við erum mjög lýðræðissinnaðar og þar með erum við líka jafnréttissinnar. En mér langaði aðeins til þess að halda áfram að segja hvernig þetta var til vegna þess að það í raun og ekki enn orðið til. Við erum ennþá bara í mótun. Vegna þess að við stofnum þessi grasrótarsamtök og síðan byrjuðum við á svona hugmyndavinnu, fórum í það að gera nýjan samfélagssáttmála. Þar sem við bara skrifum upp eitthvað svona draumasamfélag, þar sem byggir á jafnrétti, virðingu og velferð í raun og veru. Og þarna inni eru á Facebook eru skráðar tæplega 2300 konur og þær eru allstaðar að og þetta ekki flokkspólitík og það var leiðilegt finnst mér að þegar konur standa upp og fara að gera eitthvað það fá þær ósjálfrátt á sig eitthvað vinstri stimpil og ég vil bara gjarnan leiðrétta það er ekki
þú veist, við erum einmitt að þessu vegna þess að innan fjórflokkakerfisins okkur hugnast ekki að starfa innan fjórflokkakerfisins. Þannig að þessi mikli kraftur sem þarna skapaðist fann bara að við þyrftum rödd og þá ákváðum við að láta þetta reyna að tóa hver grundvöllurinn fyrir frambóði. En það eru þetta eðlimál samkvæmt að það verði vinstristimpill á þessu vegna þess að hægri konur og hægri stjórnmálana fær aldrei í frambóð þar sem væri bara konur. Það einfaldlega þannig vegna þess að þær hafa ekki trú á því eða það svona ekki þeirra sýn að það eigi að flokka fólk eftir kynferði heldur en þetta hugsun. Endur speglar kannski kynjahlutfallið í Sjálfstæðisflokknum þá hugsun og fínt bara. En talandum einmitt vinstri stimpil, hvernig líst ykkur á þá þetta ástand sem að nú uppi, það vinstri stjórnir að myndast núna og hvernig líst þér á það, Heiðrún? Já, maður bara eiginlega hristir hausinn sko, mér líst bara hryllilega á það. Nú, hvers vegna? Bara með við þann málflutning sem að Samfylkingin og Vinstri grænir hafa viðhaft bara alveg eftir bankahrunið, ekki bara frá því að stjórnin sprakk, þá líst mér ekki vel á þetta og ég hef miklar efasemdir. Það verið að tala svona það sem hefur verið mest áberandi að það á að taka menn á lífi án dóms og laga. Það eru skattahækkanir, það eru hertari reglur, það minna einkaframtak, það ESB og áfram get ég talið, en þetta svona helstu málin. Taka menn af lífi, segirðu? Já, og það eru þetta að vísa til þess að það eru að tala frystingu eigna svokallara auðmanna eða eigenda bankana eða þetta náttúrulega svo undarlegt sjónarmið að ég bara átta mig ekki á því að þingmaður skuli bara láta þetta út á sér. Við erum að tala það að hér Álfheiður Ingadóttir að leggja það til að frystar séu eignir auðmanna fyrrverandi eigenda bankana þannig að það sé gert að einhvers konar meginreglu að menn séu sekir þar til þeir ná að sanna sakleysi sitt. Það nú bara þannig og við höfum, það bara grundvallar mannréttindi að menn að teljast sakleysi þangað til sektir sönnuð og það bara í stjórnarskránni, það í mannréttindasáttmála Evrópu og hún talar reyndar að þetta sé það sem að fólki vill, þetta bara einhver ákveðin populismi eða ertu sammálað þessu reglum? Mér finnst þetta líkt á svolítið populisma því að mér finnst þetta bara mjög illa ígrundað og hvernig í ósköpunum ætlaði að fara að gera þetta. Ég meina talandi mannréttindasáttmálan og svo framvegis og eignarrétturinn nú ansi heilagur. Þetta líka það sko, við erum að tala það að á hverjum degi meðan að bankarnir voru starfandi voru teknar þar fleiri ákvarðanir, þúsundir ákvarðana sem voru teknar síðustu árin í bönkunum. Það verið að rannsaka þetta, það liggur fyrir, það sérstök nefnd, það sérstakur saksóknari, það á að rannsaka málin og sjá hvað kom okkur í þessar aðstæður, hvort það var eitthvað gert þar inni sem fór gegn lögum. Þetta verður allt rannsakað, því næst beinist þá væntanlega grunur að hugsanlegum sakborningum. Því næst gefin út ákæra og dómstólar þurfa að fjalla það. Það eru önnur mannréttindi, menn eiga rétt á því að koma fyrir hlutlausa dómstóla og það ekki fyrir þá að það hægt að taka einhverjar eignir upptækar enna þegar menn hafa fyrst orðið uppvísir af einhverju broti. En ég þori næstu því að leggja höfuð mitt að veði, og ég geri það hér og nú, að allar þær þúsundir ákvarðanir sem voru teknar í bönkunum, þær hafa væntanlega 99% tilvika verið löglegar í samræmi með lög, hugsanlega finnum við eitthvað brot. Þau geta verið slæmbrot, ég ekki að segja það, þetta hafa allt verið slétt og fellt, það eru líkur á því að það hafa einhvað pottur verið brotin einhvers staðar, ég meina guð mig góður, þetta eru risastór fyrirtæki. En ég held að við höfum aðeins að hemja okkur í þessu og bara leyfa rannsóknunum að hafa sinn gang, sjá hvað kemur út af þeim og menn verða þá sóttið til saka ef að þeir hafa unni til þess. Finnst ykkur líklegt að þessari tveir flokkar geti unni saman? Ekki málefnin þá greinir má margt? Vistulega ég efast eða mér finnst allavega ekki þessi ríkisstjórn hafa umboð þjóðarinnar til að starfa frekar en ríkisstjórn Samfylkingar og Sjálfstæðisflokksins. Hvað er þá að gera? Hægt að gera fólki til geðs? Já, þú veist, ég meina það var ekki að trópa hérna vanhæf ríkisstjórn til þess að, þú veist, helmingurinn að þessari ríkisstjórn sæti áfram. Krafan klárlega utanþingsstjórn sem að starfar, sérfræðingastjórn sem starfar í náttúrulega umboði þingsins á einhvern hátt þar til við höfum kosningar og það er kosið á ný. Það spennandi að sjá hvað kemur út af þeim, en mér langar að fá að vita örstutt í lokin svona í tilefni af því að verðandi forsætisráðherra virðist nokkuð óumdeild ef marka má fólki í Kringlunni hérna áðan. Hvað finnst ykkur? Jú, ég held að Jóhanna sé bara mjög geðþekk og hún er alltaf búin að sitja á þingi síðan 1978 með skilst, þannig að hún þekkir hennar bransa vel en... Einhver sagði efnileg eftir alltaf hennar tíma? Hún er alltaf trú sinni sannfæringu en
Varðandi skoðanir hennar, þá hreint út sagt eru þær mér ekki að skapi og eru vægast sagt í sumum tilvikum afleitar. Hún er auðvitað eins og fram hefur komið. Hún hefur verið í þessum svona eyðslu hlutverkum, hún er að hugsa velferðarkerfið og allt þetta og nú þarf bara að skera niður. Ég myndi segja að hennar besta útspil á aðgerðapakka fyrir heimilin og fólki í landinu væru skattalækkanir. Að við fáum bara einfaldlega meira fé á milli handana til að ráðstafa því sjálf. En ég hef á tilfinningunni að í uppsiglingu séu bara algengustu mistök sem gerð eru í stjórnum þjóða, þessast hagfræðilegu mistök, er að það er bara verið að einblína á einhver skammtíma áhrif á einhvern einn tiltekinn hóp, nú að fara að gera einhvern pakka fyrir þennan og pakka fyrir þennan og pakka fyrir þennan, en það er ekki verið að horfa á sko langtíma áhrifin fyrir heildina og það stefnir ekki í gott. Ragnhildur, örstutt í lokin. Ég hef engar áhyggjur af því að Jóhanna eigi eftir að fara í eitthvað stórfellda hagfræði mistök. Það er nú þegar búið að gera þau, sko. Það getur enginn toppað það. Það getur ekki orðið verra. Nei, það getur ekki orðið verra. Lengi getur vont. Góð spilna að botninu. En hún nýtur traust, svo það er eitthvað sem að flesta stjórnmálamenn skortir í dag. Gefum henni tækifæri. Besta mál stoppfundur hjá ykkur á morgun. Já. Þú mætir það ekki? Jú, alveg. Takk hérlega fyrir komuna.